Á Borðeyri við Hrútafjörð, í gömlu símstöðinni, hefur kertaverksmiðja verið starfrækt frá því í október í fyrra. Framámenn í þessu 130 manna sveitarfélagi höfðu verið að velta fyrir sér leiðum til að styrkja byggðina og þegar þeir sáu auglýsingu í dagblaði að kertaverksmiðja Hreins í Reykjavík væri til sölu var ákveðið að drífa í því að kaupa hana. Hlutafélagið Mánaskinn var til. Hér vinna hjónin Anna María Egilsdóttir og Eyjólfur Vilhelmsson og steypa 1000 til 1500 kerti á dag. Eftir að heitu vaxinu hefur hellt í mótin líða 15 til 20 mínútur þangað til kertin eru tilbúin. Ég tek eftir því að þið hafið svona brotið upp þessa hefðbundnu veislu. Þið eru í þróunarstarfi að svo má orða? Já, má segja það. Ég er búinn að prófa eitthvað nýtt og við vorum greinilega vör við það að fólk vill eitthvað nýtt. Hvað er það að gera? Við erum nú sérstaklega bæði með antík og stelin og þessu snúnu. Við höfum verið að dýpta með lit. Bæði verið með tvílit og svo þrílitsum. Og þetta er óvenju skrautlegt kertasafn sem maður sér þetta nú ekki í verslunum með þá en? Nei, þetta fer að komast í verslanir. Gerðu ykkur vonur að þetta, ekki athygli og njótið vinsælda? Já, maður vonar það. Með það viðbrögð sem við fengir þá hef ég ekki trú á öðru. Hvað er að segja íslenska kertamarkaðinn? Við hverja eru það að keppa? Það er fyrst og fremst innflutningunni sem við keppum við. Þetta er geysi mikið flutt inn á kertum og það er fyrst og fremst það sem við erum að keppa við. Og það er reyndar meirihluti kert á innlendum markaði sem kemur frá útlöndum, en hrútferðingar gera sér vissulega vonir að ná til sín stórum bita af þeirri köku. Á Hvammstanga hefur skartgripaverksmiðja nýlega verið stoppsett. Þarna við miðfjörðinn er Einar Esrason gullsmiður í Vesturhópi að byggja upp góðmálmasteypu. Hann býr til skartgripi úr gulli og silfri og segir ekkert verra nema síður sé að reka slíkt fyrirtæki í Vestur-Húnaþingi. Þetta ætti alveg að, held ég geti gengið, það er nú líka meðal annars vegna þess að það er náttúrulega mjög ódýrt að vera hér út á landi. Sérstaklega húsaleg og ýmislegt fleira. Gerir það verkum að það er svona miklu lægri reksturskostnaðar heldur en væri til dæmis í Reykjavík. Hann smíðar fyrir aðra gullsmíði í landinu, en hann hyggst auk þess reyna fyrir sér með gripi til að selja ferðamönnum. Kletturinn Hvítserkur, eitt helsta tákn Húnavatnssýslna, steyptur í silfur og með austfiskanstein sem undirstöðu, er dæmi grip sem Einar áformar að fjöldaframleiða. Íslenskur skartgripaiðnaður, er hann einhver að ráði? Já, ég held það nú að menn eru nokkuð duglegir við að smíða sjálfur. Þó að mér hefur alltaf fundist þetta að við flytjum heldur mikið inn að því. Getum við kannski snúið þessu dæmi? Ég tel það að það ætti að vera hægt. Náttúrulega þurfum að hafa góða gullsmiði til þess að vera samkeppnisfærir bæði. Og við erum það nú, held ég, yfirleitt í sambandi við gæði og svona allnokkuð, en verðið er svolítið erum við heldur hærri þetta. Rækja hefur á seinni árum orðið ein af mikilvægustu útflutningsafurðum þjóðarbúsins. Tekjur af rækju einni saman duga til að kosta menntun allra barna í landinu. Í rækjuvinnslum er holdið skilið frá skelinni og falla frá rækjuiðnaðinum yfir 20.000 tonn af hrati á hverju ári. Meleyri á Hvammstanga rekur ein af stærstu rækjuvinnslum landsins og þar hafa menn fundið leið til að nýta skelina. Áður rann rækjuhrætið einfaldlega út í sjó, en á Hvammstanga fer það í mjölvinnslu. Í niðurstöðum tilrauna á vegum Rannsóknarstofnunar landbúnaðarins í sumar kom fram að rækjumjöl hentar vel til íblöndunar í varpfóður hansna og gefur góðan lit á eggin. Síðan hefur við selt það til Frakklands og þaðan fer það áfram til Tævan held ég. Ég veit ekki hvað er notað þar. Sennilega fiskeldi eða eitthvað slíkt. Þótt verðið hafi verið lágt seldist öll framleiðsla síðasta árs og einnig framleiðsla fyrri helmings þessa árs.
En það ekki síst af umhverfisástæðum sem ráðist var í þessa vinnslu. Og við teljum það þess virði. Við fáum miklu hreinni fjörur og við losnum við, eins og ég sagði áðan, fuglir frá reykinu þegar við erum á landinni og frá húsunum hjá okkur. Og auk þess smá pening líka, vænti ég. Auk þess smá pening og þá eistar við vinnu. Guðmundur vonast til að rækjuiðnaðinum takist að þróa aðra nýja afurð. Það er hrognin úr henni. Þau eru svo falleg, sægræn og mjög góð. Hvað verður nú um þau? Já, þau fara bara núna saman við hrattið. Þeir eru nýtnir á Hvammstanga og hafa verið að gera sér verðmæti úr skel hörpudisks. Hana hafa þeir malað til skrauts fyrir skrúðgarða. Gallerí Bardúsa hefur starfað í 2 ár á Hvammstanga en verslunin selur handverksmuni. Þetta hlutafélag stofnuðu heimamenn haustið 1991. Þarna eru seldir munir sem Húnvetningar, bæði í sveitum og í þéttbýli, vinna heima við. Alls leggja 120 manns inn vörur til Bardúsu. Hingað koma ferðamenn, jafnt Íslendingar sem útlendingar, að kaupa sér eigulega gripi, en einnig heimamenn sem finna þarna margskins gjafavöru. Allavega enn sem komið þá er þetta enga stórkostlega tekjur sem þetta gefur af sér, en þetta er þá auka peningur fyrir fólk sem er þarna að nýta tíma sem annars jafnvel fær ekki neitt í að búa til einhverju hluti, bæði náttúrulega til þess að hafa eitthvað fyrir þá og sjálfur sér til ánægju. Og það má segja að þetta er ekki mikið tímakaup sem fólk hefur og það sem við náttúrulega erum að reyna að stíla inn á er það að í stað þess að fólk fari og kaupi fjöldaframleidda gripi frá Tævan eða Noregi eða hvað sem er, að þá sé þetta allavega íslenski gripi sem fólk fer með úr landi, úr íslensku hráefni og sem sagt hannað af Íslendingum. Og slíkar verslanir er að koma upp víðar á landinu, er ekki svona? Þetta er að verða út allt land, svona hópar, yfirleitt sveita konur mestu hluta og sem að vinna þetta á þennan hátt yfir veturinn og svo eru þær með söluverslun eða basar eða eitthvað slíkt sjálfar að sumrinu. Edda Hrönn sem stýrt hefur Bardúsu er viðskiptafræðingur að mennt en hún skrifaði einmitt lokaritgerð frá háskólanum heimilisiðnað. Þetta er á núllinu en allavega fólk hefur tekjur hérna, við erum ekki með tap á þessu ennþá. En hérna... Og leiðin liggur bara upp á þið? Já, hún getur ekki leiðinum upp á þið. Mannlífið í hinum grösuga Víðidal hefur byggst á sauðfjárrækt en eftir því sem hún hefur dregist saman hafa menn þurft að treysta enn frekar á aðra þætti eins og rekstur saumastofunar Borgar. Þar í félagsheimilinu eru til sölu ullarvörur. Við þær aðstæður sem eru þá tel ég að við höfum góða möguleika á að lifa þessar hremmingar af í þeirri vonum að það verði gert í því að lækka vexti og skapa fyrirtækjum viðunandi starfsgrundvöll og ég segi það vegna þess að fólki sem að þessu fyrirtæki stendur og eigendurnir þeir standa að baki þess og sérstaklega þetta fólk sem starfar hérna og vegna þess getur það lifað þar, ekki af öðru. Hráefnið er að stórum hluta íslensk ull. Bændur hafa gert bara stór átak í því að bæta ullina og hún er orðin mun betri og meðfærilegri á allan hátt. Það verður bara að segjast eins og er að það var misjöfn ástandi þegar var verið að taka af á sumrin en núna þegar er komin vetrarúningur og ég tala ekki haustrúningur að það er bara allt annað. Erlendir ferðamenn eru aðal viðskiptavinirnir en af einhverjum ástæðum sína Íslendingar vörum úr íslenskri ull lítinn áhuga. En vaxandi ferðamannastraumur gefur vonir vaxandi sölu. Já, maður gerir sér alltaf vonir söluaukningu en það væri maður ansi illa komið fyrir mann ef maður tryði því ekki að maður gæti náði eitthvað að þessu. Þá væri maður nú alveg baráttulaus. Við Vatnsdalshóla hafa heimamenn með einfaldri aðgerð komið upp lítilli vín. Þar sem ferðafólk getur staldrað við, snætt nestið sitt í skjóli inn í skógalundi, fengið upplýsingur héraðið og skoðað sig í ævintýralandi.